Við erum konum með nýtt verkfæri inn í Viskubrunnin sem heitir prófagerð. Þetta verkfæri tengist beint við Google Forms og hjálpar ykkur að búa til próf með aðstoð gervigreindar. Það virkar þannig að þið ýtið hér á hnappinn búa til Google Forms próf. Hér getið þið annarkvort límt inn kennsluefnið eða hlaðið upp kafla úr bókinni sem að þið eruð að vinna með. Ég ætla að taka hérna kafla úr bókinni Auðvitað og kaflinn heitir Allt er úr einhverju og ég hleð honum hérna upp og ýti á halda áfram og núna vinnur hún fyrir mig skjalið og hér segi ég við forritið hversu margar spurningar ég vil að hverju tegund. Ég vil fá 4 krossuspurningar, ég vil hafa 2 stuttar, 1 ritgerða, 2 rétt og rangt og enga í eyðufyllingar. Hér veljiði aldursflokk nemendana, erfiðleikastig prófsins og tungumál og svo ef þið eru með sérstaka leiðbeiningar, til dæmis legðu sérstaka áherslu á sameindir eða eitthvað svoleiðis. Þegar þið eru búin að fylla þetta út eftir bestu getu þá ýtið þið á búa til próf og hún núna fer og býr til, les fyrir ykkur kaflan og býr til spurningar út frá því sem að þið völduð þarna áðan. Þegar því er lokið þá fáið þið hér yfirferð þar sem þið getið valið og breytt spurningum eins og þið viljið og þið sjáið að hún setur inn rétt svar og skýringu við fjölvarsspurningarnar og síðan kemur stuttu svörin og ritgerðarspurningin og satt og ósatt og mér líst vel á þetta er það sem ég vildi fá og þá ýti ég hér á búa til Google Forms próf. Ef ykkur finnst þetta ekki nægilega vel gert þá getið þið ýtt hérna á endurvinna spurningar en ég er ánægð með þetta og ætla bara að ýta á búa til Google Forms próf. Hún biður ykkur að tengja reikninginn við Viskubrunnin hafið þið ekki gert það áður og núna get ég skýrt prófið og sett inn lýsingu. Ég get líka gert þetta á eftir og búið til Google Forms próf. Það tekur ekki langa stund eins og þið sjáið og þá fáið þið 2 takka. Hér farið inn í edit hlutan á prófinu og hér getið þið skoða prófið eins og nemandi en prófið ykkar er núna komið inn á Drive hjá ykkur þannig að þið getið alltaf sótt það aftur. Við ætlum að skoða prófið og þið sjáuð að hér er komið pröfupróf, ég sett inn enga lýsingu og hérna koma 4 fjölvarsspurningar, 2 af stuttum svörum, 1 ritgerðarspurning og 2 satt eða ósatt. Einfaldara getur það nú alla verið.